Heyrir í mér? Já. Já, ok. Hæ, gaman að sjá þig og velkomin í þetta spjall. Takk fyrir. Við erum að leita hressu og hreinskilnu fólki til þess að svara nokkrum spurningum. Ertu í einhverjum íþróttum eða tómstundum? Já, ég hef fótbolta og frjálsar. Já, ég hef dans. En hver skipuleggur og skráir þig? Mamma. Mamma, held ég. Pabbi. En keppnisferðir? Hver aðstoðar þig við að undirbúa þig fyrir þær? Það er gætlegt mamma. Það er mamma, já. Er eitthvað sem passar upp á að þú mætir alltaf á réttum tíma? Bara bæði, mamma og pabbi. Hver skipuleggur afmæli í fjölskyldunni og aðra hátíðisdaga? Ég held að mamma myndi kannski senda út og gera svona kort eða eitthvað þannig svona. Ég myndi segja mamma. Hver hugsar út í hvað á að gefa í gjafir? Ég myndi segja mamma eða pabbi. Ég held að sé bara mamma, sko, en við gefum oftast pening, sko. Hver á heimilinu hugsar að þú sinnir heimanáminu? Það er oftast mamma. Mamma mín aðalega. Pabbi. Og samskipti við kennara og þjálfara, hver sér þau? Það mæti alltaf bæði í foreldraviðtölu en mamma er til dæmis í foreldraræðinu. Þau koma oftast bæði, sko. Farið þið oft í ferðalög? Já. Já. En hver á heimilinu ákveður hvað á að gera í fríinu? Ég held að það hafi verið bæði í því, sko. Mamma myndi kannski skoða hótel og svona flug eða eitthvað og pabbi svona treystir alveg að skoða nokkar til dæmis. Hver sér samskipti við foreldra vina þína? Það er alveg mamma mest, sko. Já, það er bara mamma. Ég held að sé bara mamma, já. Hver hugsar þig þegar þú ert lasin? Já, það er mamma. Þau oftast mig. Bæði, þau hafa bæði svona svolítið gert það, sko. Núna myndi það vera pabbi, út að hann er alltaf að vinna heima núna, en á yngri árinu var það alltaf mamma. En samskipti við lækna, hver sér þau? Já, það er stundum mamma. Pabbi. Mamma, já. Mamma. Mamma mín. Er eitthvað sem þú vilt segja að lokum? Besta mamma í heimi. Bara, ég elska það mjög mikið. Takk fyrir að vera svona duglegur. Takk fyrir að hugsa svona vel mig. Takk fyrir að vera svona til staðar. Fyrirgefðu hvað ég get verið pirrandi stundum. Takk hérlega fyrir mamma, takk fyrir að taka þetta á þig.